Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum upp í Pakkhúsinu. En við ætlum næst að tala aðeins tónleika sem verða haldnir á Akureyri Backpackers á Akureyrarvöku. Segðu okkur nú aðeins frá þessum tónleikum. Hvað að gerast hjá okkur? Herðu, það eru úti tónleikar á Akureyri Backpackers, eða fyrir utan Backpackers. Og á Akureyrarvöku. Á Akureyrarvöku. Takk fyrir viðtalið, þetta var frábært. Takk fyrir og bless. Nei, þeir eru ekki Akureyrarvöku á morgun, eða? Já, í dag, þetta er svona helgina. Okay. Þetta er í kvöld, klukkan 8. Já. Og það eru 3 hljómsveitir að spila og það eru allar frá Eyjafirði, Helgi og hljóðfærarleikararnir, Heflarnir og Buxnaskjónar. Þetta er svakalegt. Þetta er alvöru. Norrlensk menning, norrlensk sveitapöng. Eins og hún gerist alvöru hljómsveitir, já. Segðu okkur aðeins frá Buxnaskjónum. Buxnaskjónar er pönkljómsveit sem við núna búin að vera starfandi í 9 ár held ég. Sem að upphaflega vorum við að æfa hérna í gegnum Hrafnagilsskóla. Þeir redduðu okkur æfingarhúsnæði og við erum þeim mjög þakklátir fyrir það. En svona upp á síðukasti höfum við verið svolítið á tvist og bast, þannig að við reynum að nýta hvert tækifæri til þess að koma og spila. Og hvernig er að vera í pönkljómsveit á Akureyri? Það er fínt, sko. Það er svona fínt með fyrirvara. Já. Nei. Er erfitt að fá æfingahúsnæði, aðstæða til tónleikahalds, hvernig er hún og svo framvegis? Sko, með tilkomu miðvikudagstónleika á Backpackers þá hefur þetta skánað mikið eins og varðandi tónleika og annað. En eins og með æfingarhúsnæði þá er það náttúrulega alltaf ákveðið ströggl, bara allstaðar held ég á landinu, en kemur alltaf fyrir rest, sko. En pönk í dag, pönk náttúrulega byggðist hérna þegar að byrja á mikilli reiði, mikilli uppreisn. Eru þið reiðir í dag? Eða er það meira tónlistin sem að... Ég vil segja meira bara orðið fyrir miklu vonbrigðum. Já, Þeir voru reiðir þegar voru 15. Já, við vorum rosalega reiðir þegar við vorum 15. Nú voru þið bara svona... Hljómsveit vonbrigði var alltaf mjög góð hljómsveit. Hljómsveitin vonbrigði Þeir eru meira svona langþreyttir bara. Góð hljómsveit. Góð hljómsveit. Það það til. Það var ekki langt síðan að gáða út plötu. En varðandi Akureyri Backpackers, þetta hefur verið svolítið skemmtilega viðbót hérna í miðbæinn á Akureyri. Græni hatturinn náttúrulega ákveði hjarta í svona tónlistarmenningunni hérna fyrir norðan og síðan náttúrulega Hof í svona öðru stærri uppákomum. Í svona coverlagakeppni. Í coverlaga. Já. Ekki orðið það með. Ekki orðið, já, eldfimt mál. En síðan kemur eins og Akureyri Backpackers sem er kannski langt frá því að vera sko, hugsaður sem tónleikastæður til að byrja með. En þarna allavega ég hef oft farið á tónleika þarna og þetta er alveg ótrúlega skemmtileg stemming sem getur myndast þarna með tónlistarmönnum sem eru ekki hugmyndum að gera nokkuð skapaðan hlut og það er eitthvað næstu í svona erlendis stemmingin sem að myndast þarna. Hvað er þetta við Backpackers og akkur það að standa þessu? Þetta er fyrsta lagi fyrir eitthvað lítill staður. Pínulítill. Það þarf rosalega fáa til þess að vera fullt og að spila fyrir fullu húsi er rosalega gaman. Já. Þó það sé lítið. Svo er bara góður andi í húsinu, eða þetta er svona viðarklætt og huggulegt. Og svo er þetta hostel og það er mikið af gestum í húsinu sem rápa bara niður úr herbyggi og detti í pönktónleika á miðvikudagskvöldi á þess að hafa hugmynd það. Og það er mjög skemmtilegt. Það er náttúrulega engar væntingar og þá þegar komið fólki óvart þá er það skemmtilegt, sko. Núna er að taka hérna hljómsveitirnar út. Er ekki svolítið í leiðinni bara að kynna Akureyringa fyrir akureyrsku tónlistarlífi þarna sportinu? Ég myndi segja að Akureyri Backpackers hafi verið núna síðastlið ár hafa verið að bjóða reglulega upp á tónleika, yfirleitt á miðvikudögum, fría tónleika, svona 9, stutta tónleika, 1 band, 1 tónlistarmaður sem kemur fram og hefur mestu leyti byggst upp á norrlensku tónlistarfólki. Já. Það er náttúrulega ekki til neitt peningur til þess að flytja fólk eitthvað frá Reykjavík, sko. Og ég hef búin að vera aðstofa Geir, eiganda Backpackers, við að bóka hljómsveitir og búa til smá svona stemningu. Og ég hef bara búin að vera að leita af fólki á Facebook og bara kanntu að spila hljóðfæri nánast, sko, og bara bóka, þó að viðkomandi sé að taka sitt fyrsta gig eða kunni ekki neitt, þá bara, kýlum á þetta. Það er ekki, og það myndar líka bara ákveðna senu
og svona býr til að kannski einhvern hvata til þess að fólk fari og gera eitthvað sko. Ertu sammála þessu skiptir máli að hafa svona stað? Mér finnst akkurat sko einfeldnin á baku tónleikana einmitt á Backpackers vera svo góður hlutur. Svona eins og að þurfa ekki að koma sér út í eitthvað fjárhagslega til þess að geta haldið tónleika eins og maður þarf því miður á mjög mörgum tónleikastöðum. Þetta miklu svona yfirvegað fyrir utan einmitt eins og útlendingaflóruna sem mjög gaman að fá af því að oftar en ekki eru þeir áhugasamastir tónlistina. Já, svo verður þetta líka oft mjög áhugaverð blanda. Ég man sérstaklega eftir tónleikum með Kökk á P einhvern tímann þar sem við vorum þarna miðaldra kellingar á brekkunni í bland við sko ungdóminn, í bland við erlendi túristana, allir allt í einu komnir á bara eitthvað brjálæðislegt stuð. Ertu komin úr ofan? Ég var, ekki nefna það hérna. Hann var komin úr ofan. En þá var bara fólk komið upp á borð og einmitt þetta óvænta element sem allt í einu gerðist og manni leið bara eins og þetta gæti ekki verið bara í miðbænum Akureyri og þetta gerist bara einhvern veginn, já. Það gerist eitthvað svona galdur við svona undarlega samsetningu líka. Já, þetta nefnilega, ég held að bara, þetta sé klassíska bara maður manns gaman og að einhver komi og gera eitthvað og þá einhvern veginn smitast fólk með og þá maður bara í góðum feeling sko. Já, nákvæmlega. Mæli með þessu allavega. Buxnaskjónar, Heflarnir og en elsta núlifandi hljómsveit á Íslandi. Helgi og hljóðfæraleikari. Helgi og hljóðfæraleikari. Aðeins eldri. Verða þarna í kvöld klukkan 8. Já, það sem byrjar 8, þetta í portinu bakvið, Backpackers, þetta svona eiginlega beint fyrir utan græna hattinn. Alveg port sem mætti svona. Svo þetta búið klukkan 10, þannig að ef þú vilt fara í draugagöngu eða tónleika græna þá bara svona viðkominn staður. Já, dásamlegt. Og svo var náttúrulega veðrið að vera frábært. Alveg fram á sunnudag, þá við hættum við að byggja skygni sko. Já. Bara hentum bara timbrinu. Já, gott. Bara á haugana. Bara í gær, bara svo góð vespa. Og hana nú. Þá held ég að við séum bara að fara að kveðja. Ég held að líka. Já, fara að kveða niður draug. Hvernig verður það? Bara segjum takk fyrir í dag, sjáumst aftur næsta föstudag og góða skemmtun á Akureyrarvöku.